Ingvar, þetta gekk ekki alveg í dag. Sterkir Serbarnir. Já. Þetta var hrikalega þætti og mjög líklega eitt af tveimur bestu liðunum í B-deildinni. Það er ótrúlegt að Serbar skuli vera í B-deild en þær voru virkilega góðar og við vorum hræddar, smekar við þær og urðu litlar í okkur og leiður komum með smá áhlaup í fyrsta leikluta. Lendum bara mjög fljótlega 20 stigum undir. En svo þegar við öðluðum smá kjarka þá sýndum við það að við getum spilað við þessi lið og ég var rauninni mjög ánægður með mjög margt í öðrum, þriðja og fjórða leikluta. Já. Það var bara jafnræði með liðunum meira og minna allt eftir fyrsta leikluta. Já, það er bara, eins og ég segi, það fengur smá kjark og þorðið að gera hlutina og sáu það að það voru ekkert stórkostlegar. Þetta er hörkulið og það töluvert stærri en við og það eru hraðar og skjóta boltanum vel en við, þegar hausinn fungerði rétt hjá okkur þá gerðum við vel varnarlega á móti þeim og við byggum okkur til fullt af skotum og settum skutum boltanum betur heldur við vorum að gera á Norðurlandamótinu, þannig að margt mjög gott. Já, þannig að á morguninn bara áfram gakk, næsti leikur, Slóvenía. Hvernig líst þér á það? Bara spennandi. Já. Við sáum það aðeins í dag, þar spiluðu við svolítið svæði og maður og mann svona á víxl, þannig að við myndum okkur vel fyrir þær og Slóvenía er hörkuð góð körfuboltaþjóð og unnu Svartfjallaland í dag, þannig að þetta verður erfiður leikur en mér fannst við sýna þetta að við getum spilað við öllu. Já. Meiddist Helena Raps eitthvað, verður hún ekkert meira með það? Já, svo sem eftir að koma í ljós. Það verið að senda myndirnar sem teknar voru af henni núna á sjúkrahúsinu heim til lækna á Íslandi og bera saman myndir við síðustu meiðslin og það verður eiginlega bara að koma í ljós. Já. Ömurlegt fyrir hann að lenda í þessu og vont fyrir okkur klárlega, þannig að við vonum það besta. Þannig að það er bara áfram gakk á morgun og áfram Ísland. Ekki spurning, upp og áfram. Yes.